Ég held mögulega að þessi Renault Scenic hafi farið svolítið undir reytarinn hjá rafbíla neytendum á Íslandi. Út af því að þetta hörku bíl. Hann fór allavega fram hjá mér, þangað til núna. Ég hef ekki langan tíma með hennar Scenic eða einhverja 2 klukktíma. Hann nýkominn úr standsetningu og ekki keyrður nema 16 km. Þannig að ég þarf að skila honum niður í umboð fyrir klukkan 4. Hvað getum við gert á þessum 2 tímum til að sannreyna það að þetta sé einn vanmetnasti rafmagns miðstærð af fjölskyldubíl á markaðnum? Jú, við ætlum að keyra niður að Tjörn og við ætlum að gefa öndunum croissant. Þetta jú Renault og í Renault þá borðar maður bara croissant og baguette. Ég kalla þetta kolvetnisjafna fuglana í borginni. Ég gleymdi samt alveg að hugsa út í það að croissant alveg skelfilegur matur til að borða í bíl. Þessi tiltekni Renault Scenic E-Tech Techno kemur með 87 kWh rafhlöðu og drægni bílsins einhverjir 625 km uppgefið af framleiðanda. Bílinn 222 hestöfl og með 300 Nm af togi sem ekkert svakalegt, en maður þarf ekkert meira fyrir svona medium fjölskyldu bíl. Nú erum við loksins komin niður á Tjörn. Við skulum kenna þessum fuglum franska matarlist. Bonjour, mademoiselle, bonjour. Elskar þú baguette? Oui, viltu baguette? Wow, hello, many ál. Þessi Renault Scenic hinn fullkomni bíl til að keyra niður á Tjörn, til að gefa öndunum og áltunum baguette og croissant? Já, ég myndi segja það. Hann líka ansi fullkominn á marga aðra vegu. Svo hann líka búinn að lækka í verði. Núna kostar hann ekki nema 6.890.000 með styrk frá Orkusjóði.